krakkana, ekki skiptum stöð, ekki slökkva á sjónvarpinu, því að núna byrjar. Við erum velkomin í bíóbílinn, það er Arnór, Heimir og Knútur sem að mæta ykkur hérna. Það sem ég myndi segja venjulega, en hérna Heimir er ekki með okkur í bíli. Nei. Við þurftum að henda honum í ruslið og fá nýjan betri mann í staðinn. Það er hann Matti hérna fyrir aftan okkur. Hello. Og við kíktum á Spider-Man Homecoming og það er John Watts sem var leikstýrir þessari mynd og Tom Holland leikur aðalhlutverkið og svo er Michael Keaton sem var leikur svona stóra illmennið og svo eru aðrar svona Marvel-personur blandaðar inn á milli. Já, Jon Favreau snýr aftur sem lífvörðurinn Happy, Robert Downey Jr. snýr aftur sem Iron Man og Marisa Tomei leikur frænku Peter Parker eða Spider-Man Aunt May. Já, hún er heit einmitt. Já, og þeir leikur sér svolítið með það element. Já. Þessi mynd hefur almennt verið að fá góða dóma og hérna við, ég, Heimir og Knútur fórum á þessa mynd í 3D í boði Nexus. Já. Og ef við hefðum tekið upp bíóbíl þá og þá hefðum við kannski gefið henni svolítið svona neikvæða eða svona sæmilega umfjöllun. Hlutaði bara út af því hún var í þrívídd og það svona tekur mann svolítið úr bíóupplifunni sjálfri. En við fórum núna á henni í tvívídd og ég verð að segja fyrir mig að þá var svona þessi bíóupplifun miklu betri og ég ætti auðveldara með að koma mér inn í myndina. Já. Og ég myndi í rauninni gefa þessari mynd svona betri meðmæli núna eftir að hafa horft á henni í tvívídd frekar en þrívídd. Já, einmitt. Líka pluss það ástæðan fyrir við hefðum kannski gefið henni svolítið neikvæða umfjöllun þegar við fórum á hana á forsýningunum þar að segja er að eftir að við fórum á The Amazing Spider-Man 2 þá vorum við mjög ánægðir einhvern veginn á sínum tíma en við vorum svolítið blindaðir af því hvað okkur þótti vænt persónuna, þetta Spider-Man, þannig að við tókum ekki eftir hvað myndin er léleg The Amazing Spider-Man 2 fyrir svona núna þegar orðin aðeins eldri og þannig að... Og reyndari! Já, og reyndari! Meðast hún alveg alltaf lægi, sko. Já, hún er svo sem, en já, og... Bara gott skemmtilegildi, ekkert eitthvað góð mynd. Nei, það er hægt að hlæja þenni fyrir það hvað hún er slæm, sko. Já. Þessi mynd, er þetta besta Spider-Man myndin? Já. Það er einmitt mjög öll að segja já, svona þegar maður er búinn að horfa á hana í bíó og þegar maður er svona ákveðnu stuði. Já, einmitt. En ég held að þurfum svona aðeins að melta það. Já. En hún er allavega mjög svona góða og skemmtilega við þessa mynd er að hún passar svolítið inn í þessa Marvel-keðju sem er verið að búa til núna. Þannig að ef fólk er að fylgja svolítið með þeim myndum og þá er náttúrulega mikill bónus að geta horft á þessa mynd. Já. Annað en kannski Sam Raimi upprunalegu eða Mark Webb myndirnar. Við prófum að horfa á hana Sam Raimi í trílógíuna, allar 3 ár. Það var bara eins og grínmynd, sko. Já. Það er líka, hann er svona hálf svona grín, svona leikstjóri þannig séð. Eða það er að segja, hann er góður að leikstýra gríni, en hún er allavega á ennþá svona ákveðin stað í hjarta mínu þessar myndir eftir Sam Raimi. Já, ég er alveg sammála. Það er ákveðin svona eiginleikar í henni. Spider-Man 2 til mér mjög bara solid mynd, en ég held að við tókum eftir allavega fyrir okkar sem eitthvað aðalega bara Mary Jane. Hún er svo mikill fáviti við Peter Parker, alveg saman hvað hann gerir. Og maður bara svona spáir, hvað sér hann við hana? Hún bara svona, Peter, ég þolið ekki. En þetta romantíska element, það er tæklað betur í þessari mynd. Það eru táningar, þetta er að vera 15 ára í þessari mynd. Já. Og þetta er náttúrulega Homecoming, þetta er þá lokaballið.
Fyrir minn smekk, mér fannst leikurinn hjá Tom Holland mjög sterkur. Mér finnst hann koma mjög sterkt inn í Marvel heiminn og mér finnst hann svona leika bæði Peter Parker og Spider-Man mjög vel. Það er svona, margir eru sammálaði, ekki þetta allir, en margir eru sammálaði Tobey Maguire hafi leikið Peter Parker mjög vel, en Spider-Man var ekki nógu góður hjá honum. Svo kom Andrew Garfield og hann lék einhvern veginn Spider-Man mjög vel, en Peter Parker var ekki nógu svona góður hjá honum. Og það er margir sammála að Tom Holland er mjög góður í að leika einhvern veginn báða svona. Hann með gott jafnvægi finnst mér. Hann með mjög gott jafnvægi. Svo finnst mér Michael Keaton bara alveg stela senunni hann einhvern veginn. Þegar ég horfði á myndina í fyrsta skiptið þá var hann svona það eina sem í rauninni hélt mig gangandi við að horfa á myndina. Já, hann er rosalega góður. Ég meina, þetta er gamalreyndur leikari, þetta er reynslubolti. Hann svolítið fyndið, hann skuli alltaf vera typecastar í að leika fljúgandi menn. Batman, Birdman og núna Vulture sem er fljúgandi kall, þannig að þú veist, hann er alltaf bara fljúgandi. Mér er samt eitt gott við þetta að það er ekki byrjað með aftur þessa byrjunarsögu, hvernig það var Spider-Man. Góður punktur. Mér finnst það reyndar, út af maður veit þetta, maður er búin að sjá svo margar myndir. Það þekki allir þessa sögu. Uncle Ben-Deyr og bla bla bla. Og þú fékkst svona alltaf smjörþef einhvern veginn í myndinni, hvernig það var það, en það var aldrei sýnt. Já. Almennilega. Þetta er enda mjög góð punktur. Loksins fáum við Spider-Man mynd sem bara svona dembir sér í svona hasarinn og spennuna og allt dótið. En eðir ekki endilega ómiklu tíma í uppruna söguna. Já, það er samt farið einhvern veginn lúmst. Já, það er svona vitnað í það. Það er svona minnst á augnablik í rauninni í forsögu hans. Eitt við þessa myndir þetta, ég veit ekki hvort að fólki finnst það endilega að vera galli, en hún á sér mikið stað í high school, það er mikið svona táningsdrama. Já, táningsdrama og svona táningsdót í henni, en kannski, þú veist, hún heitir Spider-Man Homecoming. Já, ég meina, það er náttúrulega verið að depikta manneskina bara á þessum tímapunkti í lífinu, þannig að, þú veist. En það góða við hann er að, þú veist, Spider-Man finnst mér njóta sín mjög vel í myndinni, þú veist, hún er vel leikinn, karakterinn er mjög eðlilegir, samskiptin er mjög eðlileg og þetta er alveg svona, hey, ef þú væri, þú veist, 15 ára strákur með þessa ábyrgð, eða ef þú værir kóngulómaðurinn, hvernig þér myndi líða svona við að vera sú persóna, þetta er svona, mér finnst hún alveg koma vel inn á það, reynda dálítið, ég veit ekki, pínuböggandi að Iron Man svona, þetta er náttúrulega til að auglýsa að hafa Robert Downey Jr. og Iron Man, svona til að... Mér finnst það samt ekki eðilegja, sko. Það eyðileggur ekki, en það er líka út til að það er svona hæfilegt magna á honum. Ef hann væri, þú veist, meiri eða stærri hluti af myndinni, að þá er þetta einhvern veginn ekki Spider-Man mynd, það er meira svona Spider-Man og Iron Man mynd. Já, ég meina, þú veist, er það ekki í Thor Ragnarök líka, það kemur Hulk og, ég meina, þetta er náttúrulega bara orðin að, eins og þú sagði, keðju. Já, einmitt. Marvel er bara orðið heimsveldi, þetta er bara... Eins og með síðustu mynd Captain America Civil War, að það náttúrulega eru eiginlega allar personur sem hafa komið hingað til, svona flestar allavega. Við ætlum ekki að spilla neinu, en Captain America, svona, hann kemur smá, hann poppar smá. Já, hann er í trailerunum og allt það, sko. Já, og hann er nýttur á góðan hátt. Mjög góðan hátt. Mjög góðan hátt. Já, bara, mér finnst það bara svona solid mynd, ég meina hún, þetta er dálítið, sko, við erum náttúrulega overheiti unnendur og sérstaklega Spider-Man unnendur, þannig að kannski öðruvísi fyrir okkur öðruvísi fyrir þá öllu heldur sem að eru kannski ekki hrifnir af þessum overheiti myndum eða Spider-Man. Þetta er sennilega ekki góð mynd fyrir þá einstaklinga, en samt, sko, ég hef alveg talað einstaklinga sem hafa hort til svo á Marvel myndirnar og er ekkert endilega eitthvað nördar, sko, en finnast þetta samt skemmtilega myndir, sko. Já. Og þú veist, þetta er alveg skemmtilega myndir. Já, þetta er næra að klikka svona með fólki. Já. Ég veit, já, ég meina, hún er bara solid, þetta er bara solid mynd, þú veist, ég held að, ég veit ekki hvað maður að segja hana. Nei, raunin ekki, þú veist, við getum farið að tala um ákveðin spillefni, við ætlum að sleppa því samt. Já, það er hægt að tala um Marissa Tomei. Það er hægt. Já. Ok, við getum sagt að Aunt May er mun yngri en hún hefur... Hún er 50 árum yngri að minnsta kosti. 50 árum yngri og það er dálítið spilað inn á það að Marissa Tomei sem er, þú veist, frekar ung og falleg... Hún er ekki ung nefnilega. Nei, hún er ekki ung, hún er svona ung miðað við, þú veist, hún er bara ungleg eitthvað. Já. Hún lúkkar náttúrulega mjög vel með aldur, en þú sérð samt alveg að þetta gæti alveg verið frænka þín, sko. En eins og Matti myndist það í byrjun, það er dálítið spilað inn á þetta gimmick. Já, minnst hann
samt alveg sem alveg, ég meina það alveg sniðugt, þetta á samskiptamiðlunum. Já, ég held að vilja þurft að gera til að tækla þetta eitthvað. Til þess að bjarga sér, nei, til að þetta er líka sko, þeir útskýra þetta líka þannig að það miklu trúverðugra að Tom Holland eða þessi Peter Parker útgáfa að hann myndi vera hjá manneskju sem einmitt ekki eldgömul, heldur það á þessu aldri, hvort sé kringum 50 eða... Af því hann á þessum aldri, það alveg rétt, það meikar svona sens og mér finnst líka sambandið alveg mjög svona eðlilegt. Það mjög natúral. Það mjög eðlilegt og mannlegt og það alveg svona góð augnablik sem að þau eiga tvö og svona, maður getur alveg ímyndað sér, þetta getur alveg verið persóna sem til, þetta ekki Spider-Man, þetta Peter Parker basically, þessi strákur svona. Bara bæla með henni. Flott illmenni. Illmennin, Vulture var framkvæmdur mjög vel. Þetta er náttúrulega mjög svona nútímaleg og svona poppuð útgáfa af þessar persónum. Það persónulega eins og ég manni hvor myndið það var með Rhino. The Amazing Spider-Man 2. Mér finnst það alveg gjörsamlega eyðileggja persónuna, sorry. I am the Rhino. Það bara, nei. Og líka fyrir kannski þá sem eru aðdáendur The Shocker, hann fær reyndar ekki að njóta sín mikið í þessari mynd, hann eiginlega mikill svona auka karakter en það skadar ekki myndina á neinn hátt en þetta kannski pínu leiðilegt fyrir svona Shocker aðdáendur en Vulture fær að njóta sín alveg mjög vel og Michael Keaton svona, ég meina hann hefur reynsla að leika fljúgandi kallað hann Birdman. Eigum við að gefa einhvern eða bara svona mæla með henni eða ekki með henni? Já, ég held við getum alveg mælt með henni, en það með spurning sko ef að mæla með henni fyrir fólk sem ekki mikið inn í þessum myndasögu heimi. Góð. Eða þetta, en við dæmum þetta bara sem bíómynd en ekki endilega sem myndasögu kvikmynd. Já. En það eru náttúrulega svona ýmsar myndir núna í bíó og ef þið hafið kannski bara efni á að fara á eina mynd, þá myndi ég mæla með til dæmis Baby Driver ef þið hafið meira áhuga á að sjá eitthvað svona kannski svona miklu ferskara heldur en einhverja óhættu mynd. Einmitt, ef þið viljið sjá eitthvað upprunalegt efni og viljið sjá almennilega bíómynd, góða kvikmynd, þá mælum við eindregið með Baby Driver. Spider-Man þetta er góð overhetjumynd. Almenn kvikmynd, ég veit það ekki, fyrir mig svona kringum 7, sem kvikmynd. Hún er góð fyrir fólk sem hugsar ekki svona eins og ég. Já. Farið á hana núna. Núna? Ég er hér til þess að selja myndina. Ok, Matti, það er gott að hafa Matti hérna, hann er svona tenging við bara svona, svona almenna bíógesti. Ekki hugsuðin, Ég er ekki með staðreyndirnar. Thinker en samt svona, the non-thinker. Non-thinkerinn. Fyrir ykkur svona thinker en samt non-thinkers, þetta er, fullkomin mynd fyrir ykkur, bara endilega að fara á hana. Þetta er skemmtileg mynd, það er mikið stöð inni, það er svona jákvætt einhvern veginn andrúmsloft í henni. Hún hefur alveg svona jákvæð áhrif á mann og kemur alveg svona gott stuð þannig að það er bara, mjög gott og alltaf Spider-Man er bara frábær karakter þannig að og þeir gera hann vel þannig að ég held við höfum ekki meira að segja í bili en einhvern ég veit ekki alveg, þetta er alltaf svolítið viðkvæmt að við erum að fara að gefa einhverni sko en viljið þið gefa einhverni? Ef við segjum einhvern stjörnur eða 1 upp í 10 hæst, 1 lægst. Sko ef ég ætti að gefa henni stjörnur þá er þetta svona 3,5, 4 í mestalagi, ekki meir en 4. Já, ég sammála því svona 4 sko, í stjörnum. Ef það væri 1 upp í 10 og 10 hæst, þá myndi ég gefa henni svona 7 kannski. Ég myndi gefa henni slett 8. Já. En ég meina, bara, eins og segi, bara skemmtileg mynd. Ég held að ég sjáu það ekki eftir því að horfa á hana, skilur, þetta er ekki þannig mynd. Þetta er ekki The Mummy. Þetta er ekki The Mummy. Það er bara nóg, það er nóg að segja, þetta er ekki The Mummy, bara ef þið viljið skemmt ykkur, farið á hana, ég meina. Tom Cruise var samt í helviti góðu formi, það má eiga það. Það má eiga það. Hann er í einhverju vísindakirkju, djammi bara. Hann er mikið, Við erum ekki hér að tala um Mummy, Nei, þetta var gott innskot. Já. Ertu með einhver loka orð, Matti? Marisa Tomei! Ó, já! Beint á Google og hana. Já. Beint á Google, ok. Nei, ekki hlusta. Þetta er bara komið. Já, við kveðum ykkur bara hérna á bíóbílum. Við kveðum ykkur hérna á bíóbílum, Heimir verður sennilega með okkur í næsta bíóbíl. Það fer bara eftir hversu vel að gengur að fá lausnagjaldi frá geimverunum. Hann er ennþá í haldi hjá mér bara. Já, einmitt.
Þannig að það fer svolítið eftir, við þurfum að semja við hann og það getur orðið svolítið dýrt en hann verður örugglega kominn í næsta bíóbíl, þannig sem verður sennilega Baby Driver, by the way. Já, fylgjumst með því. Sjáumst í næsta þætti. Já, framhaldi í næsta þætti. Bara takk fyrir okkur, við mælum alveg með Spiderman. Jesus Christ, hvað þetta, löng kveðja? Og Slökktu bara á þessu. Já, ég slekk bara á þessu.